Góða kvöldið. Gott að sjá ykkur. Good evening. Ok, þá bara notum við saman mikrofónin. Use the same microphone. I am out of battery. Okay, we can just use this one together. That's okay. We'll just use this one together. Við deilum mikrofón. But good evening. Good to see you all. Góða kvöld og gott að sjá ykkur öll. How many of you have been blessed over the weekend? Hversu mörg ykkar hafa verið blessuð yfir helgina? I don't know about you guys, but I feel like God has just been giving us such important keys. Ég veit ekki með ykkur, en Guð hefur að gefa okkur mjög mikilvæga lykla. And I really feel He wants us to use those keys. Og ég er að finna að hann vill að við notum lyklana. Not just to have them in our pocket Ekki bara hafa þau í vasanum and look at them every now and then, og skoða þá svona öðru hvoru, but to pick them up heldur að taka þá upp and use them. og nota þá. Yeah. I'm so just thankful to have you guys here. Ég er svo þakklátt fyrir að hafa ykkur hérna hjá okkur. I really feel that you have the same heart as us. Við finnum að þau eru með sama hjarta og við. And it's so cool to see that they are now just on the piano and on the drums all of a sudden, Og það er svo svalt að sjá að þau eru komin á píanó og trommuna núna. ready for any assignment. Tilbúin í hvaða verkefni sem er. That's really cool. Yeah. But yeah, we are here to encounter the Lord. Við erum komin hérna til þess að mæta drottni. And this will be our last service Og þetta er síðasta stundin okkar of this conference. á þessari ráðstefnu. Next week we will have our equipping night on Thursday. Næsta fimmtudag það verður equipping kvöldi hjá okkur. And we will have a special guest. His name is Russ Klein. Og það er sérstakur gestur sem verður með okkur sem heitir Russ Klein. And that will be our last equipping night of the summer. Og það verður síðasta equipping kvöldi hjá okkur þetta sumarið. We are not going on vacation, Við erum ekki á leiðinni frí, but we are just shifting our focus to missions and fellowship. en við erum svona að breyta fókusnum yfir svona trúboð og verið samfélagi. So if you would like to get more connected with us, Þannig að ef þið viljið tengjast okkur meira, you can send me a message. þá getið þið sendt mér skilaboð. If you would like to join us for some fellowship evenings, Ef þið viljið koma og vera með okkur á svona samfélagskvöldum, or if you just want to say hi, eða þið viljið bara segja hæ, I will say hi to you. þá skal ég segja hæ við þig. Hi. But yeah, then in September, Síðan í september, we will have a healing school. þá verðum við með lækningaskóla. How many of you were here when Joan Hunter came in January? Hversu mörg ykkar voru það Joan Hunter kom í janúar. Okay, so awesome. So she's going to be coming back with a team, Hún er að koma aftur með teymi and they're going to be teaching us and equipping us og þau eru að koma að kenna okkur og gera okkur hæf about healing, varðandi lækningu. walking in healing, Að ganga í lækningu, receiving healing, taka á móti lækningu, and a bunch of other stuff that I don't know yet about. fullt af öðrum hlutum sem ég er ekki ennþá búin að kynnast. But to apply for this school, Til að sækja í skólan, you will have to read 3 books before. þá þurfum við fyrst að lesa 3 bækur. And we are in the process of putting more information on the internet about it or in our page. Við erum að vinna í því að setja frekar upplýsingar þetta á vefinni hjá okkur. But if you're feeling now that this is something I really want to do and I need, Og ef þú ert að upplifa núna að þetta er eitthvað sem ég verð að gera, verð að taka þátt í, then you can come speak with me þá máttu koma og tala við mig and I will put you on our secret list. No, og ég seti ykkur á leynilistan no, minn. I'm just kidding. But yeah, so that's what's ahead. And then we have also another conference in December, Þetta sem framundan sem við erum aðra ráðstefnu í desember. but we'll talk about that later. Við tölum hana aðeins seinna. I want to encourage you all to stand up if you can.
Ég vil hvetja ykkur öll til þess að standa á fætur ef þið getið, if you have energy for it, að þið hafið orkuna í það. because we're going to pray and we're going to enter into worship. Því að við ætlum að biðja saman og ætlum að stíga inn í lofgjörð. And we're going to position our hearts before the Lord. Og ætlum að staðsetja hjört okkar fram fyrir drottni. And we're going to put our focus completely on Him. Og ætlum að setja alla athyglinna á hann. Worship is not about us receiving, Lofgjörð fjallar ekki að við séum að taka á móti, even though it's nice to receive from the Lord. þó svo sé dásamt að taka á móti frá drottni. When we're coming together as a body, En við erum að koma saman sem líkami. we are lifting His name up. Og við erum að lyfta nafni hans upp. And we are pushing away our thoughts about our needs. Og við erum að íta í burtu hugsunum okkar þarfir. And we are just looking at Jesus. Og við erum að horfa á Jesú. So, Father, I thank you for that privilege that we can enter in and just look at you. I thank you, Holy Spirit, that you make this place known to us and you make it a reality for us, that we can enter in as sons and daughters and we can come and just bring you praise. We can come and worship you. And I thank you, Father, that you are here and you are here to encounter us. And I thank you for just that we can open up our hearts right now as we enter into worship. And we can just look straight in your beautiful face. We can look straight into your eyes, Lord. Thank you that you bought us with your blood and you paid for us to enter into this place of worship. And thank you, Father, that we are made to worship you. So I just pray, Father, right now that we can all enter in right now and just worship you. I pray for all distractions to be put aside now in Jesus' name, that we can just come and be your kids and enjoy your presence and lift your name up high, Jesus. Thank you, Father, that you have made us victorious. And we love you. We love you, Lord. We love you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. What a privilege it is to worship the Lord as a family. Every time when we get together and worship, it's a privilege because we've been to certain countries. Example, Brunei, when we were there, we were not allowed to worship. We were not allowed to carry the Bible. Even praying in the house over the food, you have to whisper, and you cannot gather as a group of Christians. So it's such a privilege to be together and to worship. May we worship Him in spirit and in truth because He's a good God. He's a good God. We're just going to thank Him for being such a good God. And we love Him for who He is. That's His nature. Our God is so good. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life
goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. You know, folks, one morning when I woke up, and this is just the words that I heard, that your goodness is running after me. Can we sing this part? That His goodness will run after us all the days of our lives. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Shall we all sing together? Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are full of goodness, Lord. Every good thing comes from you, Father. Father, tonight, we just want to declare that you are God alone. You are God alone from 4 times began, O Lord. You are on your throne. You are not created by human hands. You are not dependent on any mortal man, O God. We thank you, God. You are a God that whom we can trust in, God. Hallelujah. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. And that's just the way it is. You are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will ever end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, and that's just the way it is. You are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone.
good times and bad. You are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. You're unchangeable. Let's declare unshakable. You're unstoppable. That's who you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Oh, hallelujah. You are good, Lord. There's no one like you, oh God. The God who is unchangeable, unstoppable. Who can stop you, Lord? Oh, we praise you, oh God. You're the only God. You're the only God. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. Can we declare unchangeable? You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. Hallelujah. Hallelujah. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Let this be the praise of our heart, that every day we will declare that our Lord is unchangeable, unshakable, and unstoppable. You are God alone, O Father, and we will bow to no one else. Thank you, O God. Oh, Father God, you deserve all the praise and all the glory, O God. Father, when we worship you, you are looking at our hearts. Whether are we worshiping you in spirit and in truth, and whether we worship with all the love in our hearts. Let us praise him. Let praises rise from the inside, from the inside of me. May you delight from the inside, from the inside of me. Come fill my life from the inside, from the inside of me. Set me on fire from the inside, from the inside of me.
most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, my beloved. We want to praise you and sing this love song to you, O God. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands, 10,000s. My beloved is the most beautiful among thousands, 10,000s. My beloved is the most beautiful among thousands, 10,000s. My beloved is Yes, Lord, you're so beautiful, Lord, among thousands, among millions, oh God, among trillions. No one can compare to you, oh God. Beloved is the most beautiful among thousands. Hallelujah. Thousands. My beloved is the most beautiful among thousands, 10,000s. Yeshua.
power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Hallelujah. We praise you. We glorify you. We honor you, O God. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever. Amen and amen and amen. Oh, Father, we worship you. We praise you, O God. We thank you, Lord, for your presence in this place, O God. Oh, Lord, may you move in our midst, oh Father. May you speak to each one of us, oh God. Lord, may you touch us so that we will never be the same again. We want to go back different, oh God. We want to head back with full of you, oh God, in us. Thank you, oh Lord. We praise you and we worship you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 It's so good to come together and worship the Lord. Það er svo gott að koma saman og lofa drottin. It's good to be in the house of the Lord. Það er gott að vera í húsi drottins. The Lord is ministering to us. Drottin er að þjónusta til okkar. You know, during the day session, Núna í dag, þegar kennslan var, I felt a heaviness in my spirit. þá fann ég fyrir svona þunga í anda mínum. Something to do with the atmosphere that we are dealing with in the nation of Iceland. Eitthvað að gera með andrúmsloftið sem við erum að eiga við hérna á Íslandi. And you know, we've been doing ministry or I've been in ministry for, 30 years. Ég er búin að vera í þjónustu í 30 ár. And you and I can sum everything up in one scripture. Og ég myndi taka þetta allt saman í eina ritningu. It's this scripture here from Proverbs. Það er ritning í orðskveðunum. Hope deferred makes the heart sick, but a desire realized is a tree of life. I think this is Proverbs 13:12. Hope deferred makes the heart sick, but a desire realized is a tree of life. Langdregin eftirvænting gjör hjarta sjúkt en uppfyllt ósk er lífstré. You know, that is why we do what we do. Þetta er ástæðan fyrir við gerum það sem við erum að gera. We need to find hope. Við verðum að finna von. And the Lord spoke to me today from Psalm 13. Drottin talaði til mín í dag Psalm 13. And I believe many people in the nation of Iceland and of course in many other places are at this place. Og ég trúi því að margir hérna á Íslandi er á þessu stað og jafnvel í öðrum þjóðum líka. So I'm reading from verse 1. Ég ætla að lesa frá versi 1. How long, O Lord, will you forget me forever? Hversu lengi drottin ætlar þú að gleyma mér með öllu? How long will you hide your face from me? Hversu lengi ætlar þú að hylja auglitið þitt fyrir mér? How long must I take counsel in my soul? Hversu lengi á ég að bera sút í sál? Having sorrow in my heart day after day. Harmi í hjarta dag frá degi. How long will my enemy exalt himself and triumph over me? Hversu lengi á óvinnu minn að hreykja sér upp yfir mig? Consider and answer me, O Lord, my God. Lít til, svara mér drottin, Guð minn. Give light and life to my eyes, Hýrga augu mín, or I will sleep the sleep of death. að ég sofna ekki svefni dauðans. And my enemy will say, I have overcome him. Að óvinur minn geti ekki sagt, ég hef borið af honum. And my adversaries will rejoice when I am shaken. Að fjandmenn mínir geti ekki fagnað yfir því að mér skriðni fótur. Then he says, but I have trusted and relied and been confident in your loving kindness and faithfulness. Sem segir, ég treyst á miskunn þína, hjarta mitt fagnar yfir hjálp þinni. My heart shall rejoice and delight in your salvation. Já, hjarta mitt fagnar yfir hjálp þinni. I will sing to the Lord.
Ég vil syngja fyrir drottni because he has dealt bountifully with me. því að hann hefur gjört vel til mín. You know, I believe the Lord is raising us up Ég trúi því að drottin er að reisa okkur upp as strong people that know our God. sem sterkt fólk sem þekkir okkar Guð. You know, not as Christians that are window Christians, just watching and observing what is happening. Ekki svona kristin sem svona glugga kristin sem horfa bara á samkomunar, But people that are actually grafted to the vine. heldur fólk sem er í raun og veru vaxið við vínviðin. You know, we are serious about what we are doing. Okkur alvar það sem við erum að gera. You know, when we go to the prayer room, we are serious. Þegar við göngum í bæn þá erum við að gera því alvarleika. We take our commitment to the Lord seriously. Við tökum skuldbindingu okkar til drottins alvarlega. Whoever despises the word and counsels of God Sá sem að lítur niður á ráðgjöf Guðs, brings fyrirlítur ráðgjöf Guðs, brings destructions upon himself. færi fram eyðingu við sjálfan sig. And the teaching of the wise is a fountain and source of life, Og kenningin af vitru uppspretta lífs. so that one may avoid the snares of death. Þannig að þú getur forðast snöru dauðans. You know, there is so much that the Lord wants to give us and bless us with. Það svo margt sem Guð vil gefa okkur og blessa okkur með. We are overcomers. Við erum meira sigurvegarar. You know, Stephen was sharing at the TV station Stífum var að deila með okkur á Omega, one of the scriptures from Daniel 11:32. eina ritningu í Daniel. The people that know their God shall do mighty exploits. Fólki sem þekkir drottin sinn mun gera mikla hluti. And I want to ask you this question: do you know your God? Mér langar að spyrja þessar spurningu, þekkirðu þinn Guð? I almost want to read Psalm 18. Mér langar að lesa Sálm 18. Have you read Psalm 18? Hafið þið lesið Sálm 18? Can I read a few scriptures? Má ég lesa nokkra ritningar? You know, in Exodus 15 it says, God is a man of war. Og í 3. Mósebók þá segir að Guð War. er hermaður. And Isaiah 32, Og ég segja 32. the Lord goes out like a mighty man, Drottin stígur út sem mikill maður, like a man of war, eins og maður hers, that stirs up his shield. sem tekur upp skjöld sinn. He cries out and he shouts aloud. Hann grætur fram og hrjópar hátt. He shows himself mighty against his foes. Hann sýnir sig máttugan gegn óvinnu sínum. Is that your God showing himself mighty to your foes? Þetta þinn Guð sem sýnir sig máttugan gegn óvinnu þínum? Shall we look a little bit at Psalm 18? Ef þess að skoða í Sálm 18. There it says, I love you, O Lord, my strength. Það stendur, ég elska þig drottin, þú styrkur minn. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Drottin, bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Verse 3, I call upon the Lord who is worthy to be praised, Guð minn, hellubjarg mitt þar sem ég leita hælis. and I am saved from all of my enemies. Og ég bjarga frá öllum óvinni mínum. Verse 4, the cords of death encompassed me. Brimöldur dauðans umkringdu mig. The torrents of destructions assailed me. Elfur glötunarinnar skeldu mig. The cords of Sheol entangled me, Snörur heljar luktu mig. and the snares of death confronted me. Möskvar dauðans fjallu yfir mig. But in my distress, I call upon the Lord. Í angist minni kallaði ég á drottin. In my God, I cried for help. Og til Guðs minns hrópaði ég. Is this something that we do, friends? Þetta eitthvað sem við erum að gera, vinir? Do we call upon our God? Köllum við á drottin okkar. From his temple, he heard my voice, Hann heyrði raust mína í helgidóm sínum and my cry to him reached his ears. og óp mitt barst til eyrna honum. Are you hearing this? Það að heyra þetta? Then the earth reeled and rocked. Jörðin bifaðist og nötraði. The foundations also of the mountains trembled Undirstöðu fjallana skulfu. and quailed because God was angry. Þær bifuðust því að hann var reiður. You know, we are the apple of his eye. Við erum epli augna hans. You can't imagine what God wants to do for us. Getum ekki ímynda okkur hvað Guð vill gera fyrir okkur. The Lord also thundered in the heavens. Verse 13. Versi 13, frá 14, þá þrumaði drottin á himnum. And the Most High uttered his voice. Og hinn hæsti lét raust sína gjalla. Hailstorms and cores of fire. Hann skaut örfum sínum og tvístraði óvinnu sínum.
verse 16. And he sent from on high, and he took me, and he drew me out of many waters. Hann seildist niður á hæðum og greip mig, dró mig upp úr hinum miklu vötnum. He rescued me from a strong enemy, Hann frelsaði mig frá hinum sterku óvinum mínum, and from those that hated me. frá fjandmennum mínum, They were too mighty for me. voru mér yfirsterkari. They confronted me in a day of calamity, Þeir réðust á mig á mínum óheilladegi, but the Lord was my support. en Drottinn var mín stoð. He brought me out into a broad place. Hann leiddi mig út á víðlendi, He rescued me because he delighted in me. frelsaði mig af því að hann hafði þóknun á mér. Do you know that the Lord delights in you? Vitið þið að Drottinn hefur þóknun á okkur? When we go into the secret place, do we remember that God delights in us? Þegar við förum á stað okkar með Drottinn, vitið þið að hann hefur þóknun á okkur. God loves to show himself mighty to us. Guð elskar að sína sig máttugan fyrir okkur. And I think we need to shift our mind how we are approaching the Lord. Ég held að við þurfum að breyta hugafar okkar hvernig við nálgumst Drottinn. Actually expecting to move, Þar sem þú- like David expected God to move. Þar sem þú býst við að gera eitthvað fyrir þig, alveg svo Davíð bjóst við þig. God raising up as a warrior, Guð að reisa þig upp sem hermann attending to you. og sér þig. Amen. Amen. Hallelujah. But we have some amazing guests with us today. Við höfum alveg frábæra gesti með okkur í dag. You know, we have so enjoyed having Stephen and Angeline with us. Við höfum svo notið að hafa Stephen og Angelia með okkur. We love the friendship with you guys, and we can feel kindred hearts and like-minded people that, you know, puts their lives aside to see what the Lord is wanting to do. Við elskum vináttuna sem að myndast á milli okkar og við erum með svona svipa hjartalag. Thank you for your worship, Takk fyrir lofgjörðin ykkar, jumping up on the drums, að stökku upp á trommunar on the keyboards. og á píanóið. Yeah, this is what the servants of the Lord do. Þetta er það sem þjónar Drottins gera. We step in and do what God needs to be done. Við stígum inn og gerum það sem þarf að gera. It's fun to walk with the Lord together. Það er svo gaman að vinna með Drottni saman. Now, Stephen, please come up and share the word of the Lord with us, and we bless you. Endilega komdu upp, Stephen, og deildu orðinu með okkur og við blessum þig. Praise God. Dísi Hallelujah. Guði, What a wonderful time we had together. Amen. stórkastlegu tími sem við áttum saman. It's like we keep the best wine for the last day. Við geymum besta vínið fram á senasta dag. Amen. See, when all this music is nothing if you don't raise up and worship God. Þessi tónlist skiptir engu máli ef að þú tilbyrður ekki Guð og lyftir höndum. Because God is wanting the worship, the music that comes from your heart. Vegna þess að Guð þráir að heyra tónlistina og hljóminn frá hjarta þínu. The music is assisting us. Tónlistin er að hjálpa okkur. This is the real heart. Þetta er raunverulega hjarta hér. Amen. Amen. We want to thank the Lord for your friendship, brother. Ég ætla að þakka þér fyrir vináttu þína, bróðir. We're going to miss you guys when we go back. Við munum sakna ykkar þegar við förum tilbaka. I'm already told my team, yeah, bro, we should come back again, man. Ég vil að segja, við þurfum að segja liðið mitt, við þurfum að koma hérna aftur. Hallelujah. Dísi Guði. All this can only happen if you hunger and thirst after God's righteousness. Þetta gerist einungis nema þú hungrir og þyrstir eftir réttlæti Guðs. Amen. Amen. See, when the children are little babies, Þegar börn eru lítil whether they are hungry or not, we feed them. og hvort sem þau eru hungruð eða ekki þá bara gefið þeim að borða. You know, sometimes baby will keep on sleeping. Að barn heldur bara áfram að bara sofa og sofa. And mothers will wake them up. It's time to drink milk. Og nú er tíminn til að vakna og til þess að drekka mjólk. But as they keep growing up, En eftir því sem þau vaksa úr grasi, they only eat if they are hungry. þau bara láta vita þegar þau eru hungruð. And sometimes it's only when you appreciate your mother's food, you'll get good food at home. Bara þegar þú kannt að meta góðan ávist, þá får þau góðan ávist heima. And so the Lord is also like this. En Drottinn er líka svoleiðis. It's only when we hunger and thirst Það er bara after við His hungrum og righteousness, þyrstum the eftir presence of réttlæti God hans. comes down. Amen. Að nærvera Drottins kemur niður. Even though this is not what I want to share, but I will share a few things, how to press on to hear from God. Og ég svona það sem ég er að tala núna bara er að hvernig pressum við inn að deila frá Guði. And as always, thank you, God, for an anointed translator. Og eins og alltaf þakka þér fyrir smurðan túl. Amen. And see, when we are
entering into worship. Þegar við stígum inn í tilbæslu, The first level is we entering into our hearts and our spirit enters in. og það er bara fyrsta sem við stígum inn í hjörtum okkur og huga okkar. And after a few songs, you'll Eftir nokkur- relax Eftir nokkra sögur and þá the fyrir við að Spirit slaka of God takes over. á og heila andi tekur yfir. And the first level of manifestation is you'll feel the fire, something like that will come on you. Og fyrsta sem við upplifir í þessari opinbörn þegar Guð er að koma er að finnur að það kemur eitthvað yfir þig. Usually, if you press on, angels will start coming. Og yfirleitt er að við höldum áfram og byrjum að sækjast eftir Guði eftir að við byrjum að finna And nærveru if Guðs, you- þá koma englar. And if we keep pressing forward on and on and on, Ef við höldum áfram og áfram, usually angels prepare the ground for the manifestation of Jesus. og þá eru englarnir sem byrja að undirbúa svona andrúmsloftið fyrir opinbörun Jesú. It all depends on not on, sometimes it's not the length of time, it's the depth of worship. Þetta er oft ekki bara lengt til tíman sem við erum að biðja, heldur dýft tilbeiðslunar. Amen? We must press forward deeper and deeper. Við erum að pressa inn dýpra og dýpra. Our body, our mind, our spirit must cooperate to enter into worship. Og okkar andi, sál og líkama þarf að vera samhljóman til þess að stíga inn í tilbeiðslu. Well, we played music, you sang song, our precious sister was dancing. Við vorum sumir sem sungu söngu, það eru sumir sem voru að dansa. Við tókum þetta saman. Everybody did what they can to honor the presence of God. Allir gerðu það sem þeir gátu til þess að heiðra nærveru Guðs. Amen? Amen. And usually when the presence of Jesus manifests, Og yfirleitt er að nærveru Jesú opinberast. the Lord will always reveal the Father's will. Þá kemur alltaf Jesús og opinbera vilja föðurins. That is the ultimate deeper manifestation. Og það er opinberun og vilja föðurins er dýfsta opinberun á Guð. At that level, the counsels of God over the nation will open up. Og þá á þessum stað í Guði þá opnast ráðgjöfin til þjóðana. Are you listening? I remember once I had a very strong visitation. Það var einu sinni sem ég fékk mjög sterka það sem Guð mætti mér á mjög sterkan máta. And I wrote everything down and I was so excited to come from Jerusalem and speak in our church. Og ég skrifaði allt niður sem ég hafði upplifað í Jerusalem og ég var svo spenntur að deila þessum í kirkjunni. I opened the passage and the worship was good. Og ég opnaði ritninguna og tilbeiðslan var góð. About 10 minutes as I started the message, Og eftir 10 mínútur ég byrjaði að predika boðskapinn. an angel came inside, Þá kom engill inn í salin, come to the stage kom að sviðinu and told me, og sagði mér. don't preach this message, they are not ready to hear. Switch, change simple ones. Og hann sagði ekki predika þetta boðskap, þau eru ekki tilbúin. Það predikaði eitthvað bara einfalt. I was so saddened. Mér fannst það svo leiðilegt, mér fannst það svo sorglegt. What is the condition of your heart? Hver er staða hjarta þíns? Some are still wondering Jesus is God. Sumir eru að velta fyrir sér, er Jesús drottinn í Some raunveruleikanum? are still wondering, is this the God I must follow? Er þetta Guð sem er hér? Er þetta Guð sem ég þarf að fylgja? Some are still wondering whether am I 100% consecrated to this Jesus? Og sumir eru að velta sér ennþá fyrir, er ég 100% helgaður þessum Guði, þessum Jesú? So when the basic areas are not settled, all that levels won't manifest. Og ef grundvöllurinn af þessu er ekki opinberar, þá mun ekki þessi stig opinberast. So I want to encourage us to desire the Lord. Og þess vegna vil ég hvetja okkur til þess að þrá drottinn. Amen. Amen. We have been studying on Jeremiah 49. Við höfum verið í Jeremía 49 We talked about how to fight the territorial spirits. og við erum búin að vera að tala það í dag, hvernig við eigum við staðbundna anda. The territorial spirits are the one that creates problem in governmental level. Og það eru þessir andar sem eru að búa til vandamál á stjórnsýslulegum sviðum. The question tonight we keep asking, but what do you want? En þessi spurning sem við erum að spyrja í kvöld hvað er það sem þú vilt? The Lord gave me 4 counsels that I want to give each one of us.
Og Guð gaf mér fjóra ráðgjafir til þess að It, deila með ykkur it öllum. applies to the church, it applies to our lives. Þetta hefur að gera með kirkjuna, þetta hefur að gera með okkur líf persónulega. It doesn't matter how young you are, how old you are, it applies to our lives. Það hefur ekkert að gera með á hvað aldrei það er, þetta hefur að gera með okkar líf. We notice in that scripture, Við tökum eftir í þessari reikningu, Jeremiah 49 and verse 3. í Jeremías 49 vers 3, Remember, we talked about how to fight and push against spiritual, demonic powers. og við höfum verið að tala um það hvernig við eigum við og við ítum gegn andlegum áhrifum. I already told you, not everybody has to do that. Ég hef þegar sagt ykkur ekki allir þurfa að gera þetta. Don't try doing things which you are not used to. Ekki reyna að fara inn í einhverja hluti sem þú ert ekki vön eða þekkir ekki og skilur ekki. If you get frightened, very easy. Call Pastor Tara. Ef það er eitthvað hrætt og hrætt yfir þessu, Amen. hringdu það bara í pastor Töru. Yeah, don't call Apostle Bjarki. He'll be sleeping. Postulun okkar verður sofandi í Bjarki, en hérna Tara verður alltaf að vekja hann. Pastor is supposed to be awake. Já, Tara á alltaf að vera vakandi, hún verður alltaf að hringja hann. Sko. It's all part of the plan, man. Þetta er allt saman hluta af þessu plani. You know, I have done midnight visits to houses when demonic powers enter in the house. Ég kom inn í hús þar sem á nóttinni þegar illir andar opinberist í þessum húsum. Church members get very frightened, they will call me. Þegar fólki sem eru meðlimir í kirkjunum verða mjög hrættir, þá hringja það bara í mig. In America, many pastors, you know what they do? After 5, don't call me. Það eru mjög margir pastorar í Bandaríkjunum sem segja eftir klukkan 5 It's þá my máttu ekki hringja. family time. Þetta er fjölskyldutíminn minn. Isn't the church your family? Er ekki kirkjan fjölskyldaðin? My phone is all the time on, man. Síminn minn, hann er alltaf með hringingun á. Because you don't know when they need you, you see. Þú veist ekki hvenar fólki þarf á þér að halda. Some challenge will go through. Og það er einhver áskoranir sem að fólki er að fara í gegn. I told a young fellow in Oslo, Ég sagði við unga mann í Oslo, the youths were cold like ice when I ministered to them. The youths, the young fellows were so cold, their heart, you know. hjarta hennar ungu voru svo ofsalega kalt. And the second day, the power of God came, everybody started crying. Og annan daginn þá kom eldur Guðs og allir byrjaði að gráta. And this fellow asked me, can I have your email? Og hann spurði mig, herðu, get ég fengið tölvupóstfangið þitt? Can I write to you anything I want? Get ég skrifað til þín á tölvupósti? I said, sure, I gave him my email. Já, og ég gaf honum tölvupóstfangið mitt. Last night, he writes an email to me. Og í gær þá skrifaði hann tölvupóst. Somebody in his apartment jumped down from the flat and died. Það var einhver úr íbúðinni sem hann var í stökk fram af svölum og dó. Immediately, like a dark spirit entered his house and he's so frightened. Og einhver myrkur andi kom inn í íbúðin hans og hann var svo hræddur. So he's asking me what to do. Og hann spyr mig hvað ég gera. Usually they should call the pastor, you see. Við sjáum til að raunverulega rétt að svara væri auðvitað að hringja í pastorinn sinn. So when I woke up this morning, the first thing I replied his email, what to do. Og það fyrsta sem ég gerði þegar ég vaknaði morgun og skrifa honum hvað hann ætti að gera. We must journey with our young sons and daughter the path of discipleship. Við þurfum að ganga þennan veg því að gera synir og dætur að lærisvinum. And I know that this ministry is such a ministry. Og ég veit að þessi þjónusta er þannig þjónusta. They are not here to pretend they are big guys. They are just here, your fellow brothers and sisters, journeying together with Og þau eru ekkert Christ. að reyna að þykjast vera eitthvað stór og mikil, þau vilja bara hérna eins og bræður og systur sem vilja ganga með þig. You know what happens, my brother? When you carry the servanthood, Þegar þú gengur fram í þessari þjónustu sem það hefur it þjónsins brings the servanthood out from me. og það færi fram þessa þjónustu frá þér. I can do everything. Ég gerir hvað sem er. This is the Father's house. Þetta er hús föðurins. Amen. Já, This is my Father's house. Þetta er hús föður míns. Is this your Father's house? Er þetta þitt hús föður þíns? You better learn how to play drums and guitar and all Það that voru að læra stuff, að bro. spila á gítar og trommur. Telling you. Don't say yes and then run back home. Ekki bara að segja já og laupa sér að fara aftur heim. Now I wanted to notice in verse 3, Við tökum eftir í vers we are 3.
fighting against the power of the enemy, þá erum við að eiga við, hrópa gegn krafti óvinnarins. something happens. Það gerist eitthvað í þessu You versi. find the line, for Milcom shall go into exile with his priests and with his officials. Því að Milkom verður að fara í útlið vegna lofgjörðar sinnar. You saw that? Já. We are fighting against a territorial spirit, Við erum að eiga við staðbundna anda, but look at what the spirit does. en sjáðu hvað andinn gerir. It goes into exile, Hann fer í útlegð, not destroyed completely. ekki algjörlega, hann er ekki algjörlega He eittur. goes into hiding, Hann fer í felur and 4 other types of judgment will come. og fjögur önnur atriði að dómi koma eftir. Sem You know, afleiðing. when Daniel was praying, Þegar Daniel var að biðja, he was asking God, þá var hann að spyrja Guð, what is blocking these problems? hvað er það sem er að hindra þetta vandamál? And then the Bible says, Svo síðan segir the Biblían, prince of Persia. það er prinsinn af Persíu. Right after all the prayer, Eftir alla bænirnar, you know what the angel of God will say? eftir alla bænirnar þá sem en Now engin you need drottinn to segir. pay attention to those kind of words. Og við þurfum að gera okkur grein fyrir þessum tegundum orðum. After I leave, the prince of Persia goes, the prince of Greece will come. Og eftir að prinsinn af Persíu fer, þá kemur prinsinn af Grikklandi. After one level of victory, there is eitt- another level to fight. Eftir að það er eitt stig af sigri, þá er annað stig til að berjast. Amen. Amen. The book of Job, chapter 5, verse 7 says, Í Jóbs bók 5:7. 5:7, The life of a man on earth is a life of struggle. líf manns á jörðinni er líf sem er barátta. Many challenges will keep coming. Margar áskonarnir koma í okkar lífi. But you push yourself faithfully that Christ is Lord over your life. Og þú heldur áfram í trúfesti af því að drottin Jesús er drottin yfir lífið þínu. Now what happens when the prince of Greece will come? Hvað gerist þegar prinsinn af Grikklandi kemur? Just 2 weeks ago while we were having our Tuesday morning prayer meeting, Þegar við vorum bara fyrir 2 vikum síðan þegar við vorum með þriðjudags morguns bænastund hjá okkur one of our worship leaders was sick and there's nobody to play. og einn af ljóðgerðarleiðtónum okkar hann var veikur og það var enginn til þess að lofa að spila á tónlist. So our dear sister Angeline told me, can you please play guitar? og systir okkar Angelín hún bað okkur bað mig að spila gítar. You know, our church members are very smart. Our church members are very smart. Okkar meðlimir í kirkjunni okkar þeir eru mjög klárir. They won't call me directly, they will call her. En þeir hringi ekki beint í mig, þeir hringi hana. They will tell her to ask me to do something. Þeir biðja hana að biðja mig að gera eitthvað. So that day I said, okay, never mind, we are singing for the glory of God. I Ekkert prepared mál, the song. Við förum og spilum bara og syngjum fyrir drottin. So I was morning prayer meeting and as I was playing my guitar Og and þetta var morgun bænastund og ég var að spila á gítarinn minn. I couldn't focus in the songs. Og þá gæti ekki fókuseraði í söngunum. I was seeing a vision of the book of Daniel. Og þá sá ég sýn í Daniels bók. Remember the Bible says there are 7 heads. The dragon had 7 heads. Og þau munið eftir að drekin hefur 7 höfuð. One of the head of the dragon, the spirit of Antichrist, was looking at me and mockingly laughing. Og það var einn af höfðunum sem höfuð andkristins var að horfa á mig og hlóa að mér og var að hæða mig. So I couldn't worship. I put on the guitar. I started speaking and praying in the name of Jesus. Og það sem ég gæti ekki gert, ég gæti ekki spilað og sungið, ég bara leði niður gítarinn og ég byrjaði að biðja og lýsa hlutum yfir. I want to ask you a very honest, brotherly question. Ég ætla bara að spyrja að hreinskilni og bróðulegri ykkur spurningu. If the spirit of Antichrist will walk in right now here, Ef að andkristandinn myndi labba bara hérna inn núna, will he be afraid when he looks at you or will he mockingly laugh at you? mun verða hann hræddur þegar hann sér þig eða mun hann bara hæðast að þér? Do you have the spiritual faith to resist him? Or he said, well, you're not a problem. He just walks past. Mun hann lendi í vandræðum að mæta þér eða labbar hann bara fram hjá þér? My brothers and sisters, just because you don't believe in Jesus, the devil doesn't stop coming against you.
Bara af því að þú trúir á Jesú, það stoppar ekki djöfulinn að koma gegn þér. No matter what kind of lifestyle you're living, he's aiming at you already. Alveg sama hvernig lífstílu þú lifir, þá hann þá kemur hann í gegn þér. If you have not chosen heaven, by default, you're going downwards. Ef þú hefur ekki valið það að sé bara skilyrt og þú veljir himinin, þá ferðu niður á við. It's not easy to tell those things. Það er ekki erfitt, það er ekki auðvelt að segja þessar hluti sem It is það þarf the að segja. hard truth of the gospel. Þetta er bara þessi beinskeytti boðskapu fagnaðarins. That is the reason Jesus came. Þetta er ástæðan fyrir að Jesús kom. Because hell is not designed for us. Vegna þess að helvíti er ekki hannað fyrir okkur. It is designed for the demonic powers. Helvíti er búið fyrir djöfla. But then demonic powers will not go alone. En djöfulegir andar þeir fara ekki einir. They will want to drag us. Þeir koma gegn okkur. 4 things we want to make sure we are looking after our lives. Og það eru 4 hluti sem við viljum gera okkur grein fyrir að við séum að passa í okkar lífi. If you look at Jeremiah 49 verse 7, Við skulum fara í 7. versið í 49. kaplanum í Jeremía. there, now we are not going to read everything, we are going to read a few verses. Við ætlum ekki að lesa þetta allt saman, við ætlum að lesa nokkuð vers. 4 nations will be judged. 4 þjóðir munu verða dæmdar. Out of the 4 nations, we can learn spiritual values. Og í gegnum þessum dómi og þessum 4 þjóðum þá getum við lært andlegt verðgildi. In the judgment on Edom, En dóminum yfir í Edom, that is the first lesson we're going to learn. það er fyrsta leksían sem við lærum. If you look at verse 16, Ef við lítum á vers 16, the horror you inspire has deceived you, the pride of your heart. You who live in the clefts of the rock, you hold the height of the hill. Though you make your nest as high as the eagles, I will bring you down from there, declares the Lord. skelfingin sem þú skaust öðrum í brjóst og hroki hjarta þín sem við dreigið þig á tálar. Þú hefur átt byggð í klettaskorum og situr á háum hnjúkum. Þó að þú byggir hreiðu þitt hátt eins og örnin, þá steypi ég þér þaðan niður, segir Drottinn. You see, in the judgment of Edom, you learn the attack of the spirit of pride. Það sérðu í dómi Edom, þá sérðu dómin gegn að anda hroka. God is against pride. Guð er andsnúin hroka. Amen. Amen. See, usually we don't like proud people. Og vanilega þá líkar okkur ekki vel við hroka fullt fólk. Sometimes we don't like proud people what we behave prideful. Og sundur líka fólk ekki við ef okkur viðhugum okkur Are you following? stolti. Já. And I want to tell you guys, pride is not the issue of whether you are rich or poor. Stolt hefur ekki að gera með hvort þú ert ríkur eða fátækur. Even poor people have a lot of pride. Jafnvel fólk sem er fátækt hefur mikið stolt. There are many rich people who are humble also. Það eru mjög margir sem eru ríkir af peningum sem eru mjög auðmikir. But God is looking at the heart. En Drottinn er að líta á hjarta. Pride is the number 1 killer. No matter what we do, God stands against pride. Og alveg sama hvernig við lítum á þá er Drottinn á móti og andsnúin stolti. When we fight the demonic powers through prayer forward, Þegar við berjumst gegn djöfulegu valdi í bæn, the Spirit will come by the back way and create attitudes in our heart to grow. og þá kemur þessi andi aftan að okkur og reynir að leitast við að búa til viðþorf í hjörtum okkar If we left sem vaksa. unchecked, these demonic powers will create nesting grounds in our heart. Og ef við gætum ekki að þá byrjar þessi andi að koma sér fyrir í lífum okkar. All kinds of pride manifests in the church. Margs konar tegundir af stolti og opinbera sig í gegnum kirkjuna. Some are very humbly prideful. Sumir eru mjög auðmjúklega stoltir. They're very proud of how humble they are. Þeir eru mjög stoltir af því hvað þeir eru auðmjúkir. Some have so many gifts in the church and they think nobody else is as good as them. Og sumir hafa svo mikla gjafir í kirkjuna þeir halda engi sé jafn góður á þeir. There are many Cinderellas in the church. Það eru margar öskubuskur í kirkjunni. They always wish they can do something but they will never do anything. Og þau eru alltaf óska eftir því að gera eitthvað en þeir eru alltaf að halda að sé að gera eitthvað en þeir gera aldrei neitt. Like the testimony we heard through our sister, she's always arguing in the mind here.
Og þetta eins og systur okkur sem var að deila með okkur í morgun hvernig hún var alltaf að rífast við sjálfa sig í huga sér. They go home and they will tell in their mind, I wish I can do this for church. I wish I can do that. But they Ég will never do vildi að ég geti anything. gert þetta og ég vildi að ég geti gert þetta en þau gera aldrei neitt. And the Cinderellas will just grow with the spirit of pride. Og öskubuskan í lífinu þeirra bara elur á hrokanum. Please don't think that when I say Cinderella, I'm talking about the sisters, you know. Við erum ekki Anybody að tala- við erum can að tala- have the spirit of pride. Það allir sem geta, bæði kynin geta haft Amen. þennan anda og hroka. Now, you may be thinking, Það getur verið að þú sért að hugsa, why are we talking about this? af hverju erum við að tala um þetta? That is why I want to show you something critical for us to understand tonight. Það eitthvað ákveðin mikilvæg hlutir sem ég Turn langar til with þess að við me viljum skiljum. to the book of Daniel, Við skulum fara í Daniels bók, chapter 11. í 11. kaplan í Daniels bók. The next time I come, make sure you bring your Bible, man. Þeir komið með biblíunum næst ríkja. Because we keep on turning, you will get so excited about the Old Testament. Þá verður svo spennti við Gamla testamentinu. Amen. Amen. That's good. You see, Sjá til, people are teaching to us that the Antichrist is overly powerful. það er sumir sem kenna það að andkristurinn sé almáttugur. People are telling us when the Antichrist comes, all the Christians are going to die like ducks. Og allir kristnir munu deyja þegar andkristurinn kemur, bara deyja eins og bara falla við, eins og endur. From that day, the Lord started teaching. En eftir þessum stað byrjaði drottinn að kenna. And I want to show you. Ég vil sýna ykkur. He will be powerful, Hann er kröftugur, but not all powerful. en hann verður ekki almáttugur. Hallelujah. Sjáu þið, Daniel chapter 11. í 11. kaplanum í Daniel. The Bible says throughout chapter 11 you see the spirit of Antichrist is coming. Við sjáum hvernig andkristins kemur fram. And verse 29, Í versi 29, at the appointed time he shall return and come into the south, but it shall not be a time as it before. For ships, verse 30, of Kittim shall come against him. Look at that. já. Okay? Á ákveðnum tíma mun hann aftur brjótast inn í Suðurlandið og síðari förin mun ekki takast jafn vel á henn fyrri, því að skip Rómverja munu koma í móti honum. You read the whole scripture, no? Já. It says, he shall be afraid. Þessi reyningi segir að hann mun verða hræddur. Did you see that? Sjáuð þið þetta? The Antichrist will be afraid. Andkristurinn hún mun hugfallast And he will withdraw. og hann mun bakka. The power of God is going to push. Vegna þess að kraftur Guðs kemur gegn honum. The righteous people will fight. Vegna þess að réttláta aðilarnir fólkið mun berjast gegn honum. Remember, I told you again, if you Ég don't sagði know fyrir how to fight, cook for the soldiers. We fight, you cook, we eat. Sjáðu til að þú kannt ekki að berjast, þá getur bara eldað fyrir hermennina. Þú eldar og við hérna berjumst. I'm a shooting instructor. I can teach you how to shoot. Don't worry about it. Ég alltaf lagi, ég hef leyfi til þess að kenna fólki að skjóta, ég skal kenna þér að skjóta. All of you come to America, I'll bring you to the range, I'll teach you how to shoot. Og ef þið komið til Bandaríkjanna, þá skal ég kenna ykkur hvernig að skjóta. I'm a marksman in the army, I can teach you rifle, no Og problem. ég var í skytta í hernum, þannig ég kann ýmislegt hvernig að He skjóta. will be afraid and withdraw, Hann mun vera hræddur og hann mun stíga and he tilbaka. shall turn back and become very angry. Hann mun koma tilbaka og verða mjög reiður. He will take action against the holy covenant. Hann mun koma í gegnum heila sáttmála. Hey, listen carefully. Hlustiði vel. He shall turn back and pay attention to those who forsake the holy covenant. Síðan mun hann hverfa aftur og gefa gætu þeim sem yfirgefa hann heila sáttmála. He will look out for the covenant breakers. Andkristurinn mun koma og leita að þeim sem hafa rofið sáttmála. He cannot touch everybody Hann getur ekki snert alla. because God's hand is protecting those who are in the covenant with him. Og vegna þess að hand Guðs að vernda þá sem eru í sáttmála við hann. So the demonic powers will look out for those who are the covenant breakers.
Og hann mun leita eftir þeim sem eru að brjóta sáttmálan. When he sees them, When he I will see them. attack them. Þegar hann sér þá sem hafa rofið sáttmálan, þá ræðst hann á þá. That is why tonight it is important Þess vegna mikilvægt í kvöld that we are not covenant breakers. að við erum ekki þeir sem að rjúfa sáttmála. We obey the Lord Jesus Christ. Við heldum hlýðnust við drottni Jésu Kristi. Amen. Amen. Because whether you like it or not, the Antichrist is coming. Hvort sem þið líkar það betur að það þá kemur andkristurinn. The system is already in place. Kerfið þegar til staðar. They are putting it all together. Þeir eru að setja þetta saman. It will start in Europe. Þetta mun byrja í Evrópu. Are you listening, man? Það að hlusta. It is going to be, the inauguration service will be in Germany. Og það sem að innsetningin verður, hún verður í Þýskalandi. Bible prophecy tells us that. Biblían segir okkur frá því. I was speaking in Berlin. Ég var að tala í Berlín. I was getting ready. My brother was the first speaker. I was the second speaker. Bróðir minn var fyrsti, sá sem predikaði fyrst og ég talaði seinna skiptið. Mine was after lunch. Mín predikun var eftir hádegismatinn. The whole day I was feeling trouble. Allan daginn þá fann ég fyrir svona óþægindum og Something was truflungi. going on in me. Það var eitthvað í gangi í mér. So I texted the coordinator. Og ég sendi skilaboð til þess sem var að skipuleggja mótið. When I come into the hall, I straight away want to go up and preach. I don't want to do any other things. Og þegar ég kem inn í salin þá vil ég bara fara beint upp og predika. Because something Ekki in neitt my annað. heart was churning me that day. Og það var eitthvað svona sem var að gangi í mér þennan So I dag. went up, straight away I went up to preach. Og ég fór bara beint inn í salin og beint upp að While predika. I was talking, Þegar ég var að tala, I'm just looking at you and talking, you know. þá var ég bara að horfa á ykkur að tala. And out there on my left, Og mér til vinstri handar, there was a woman sitting on a bull. þá satt kona á nauti. Very angry. Mjög reið. And the bull was ready and smoking out a fire. Og nautið var mjög reitt og það kom eldur úr nösum þess. You'll find in the book of Revelation there is a woman, Jezebel. She will ride on the bull. Og við sjáum það í Opinberunarbókinni, þetta er Jezebel, hún reið á nauti. And I have no choice now. I'm hearing the Lord turn around and look at her. Og ég líti á hana og ég horfa á hana. So I'm immediately asking the people, let's pray. Og ég bið fólkið leið, við skulum biðja saman. They don't know what is going on. Þeir vita ekki hvað í gangi í raun. They just know that I'm asking them to pray now. Það eina sem þeir vita ég að biðja þeim að biðja. While prayer was going on, I'm just looking, but my spirit man is turning, looking at her. Og ég bara leita hana til hliðar og ég leita á hana. The bull is charging forward. Þessi nautið heldur og bara það reiðst áfram. I couldn't run anywhere. Ég gæti ekki hlaupið neins staðar. Demonic spirit Jezebel is looking at me. Og þessi djöfulegi andi Jezebel var að horfa á mig. As close as it came to me. Hann kom bara mjög nálægt mér. And suddenly, Og allt í einu, the steps is going behind. og The bull is going behind now. allt í einu nautið fyrir aftan mig. I'm wondering why is this spirit now frightened? No? Akkur þessi ekki andi hræddur? Maybe I'm so anointed. Kannski ég svona smurður. Já, ég var alltaf fyrir mér af hverju hann var svona hræddur. Hann var komið fyrir aftan mig. I thought I was very anointed. No? Mér leiði alveg rosalega eins og ég var í smurður, þannig að akkurat þessu tímileg. I could see the bull eye is not looking at me. Og ég sá að augu nautsins vildi ekki horfa í augun á mér. He's looking at someone who's standing behind me. Hann var að líta á einhvern sem var fyrir aftan mig. When I turned around, Þegar ég leit tilbaka, our Lord Jesus was standing behind me. þá sá ég að drottin Jesús var fyrir aftan mig. Hallelujah! Halleluja! Oh my goodness, man. Dýr sé Guði. My brothers and sisters, you and I are protected by God. Við erum vernduð af Guði. Vinur. We all only can pray that much. Við getum bara beðið svo mikið. We will get discouraged, we'll get tired, Við verðum þreytt og við verðum bara lúin. but the angels will take over and protect us. En englarnir komu og aðstóða okkur og vernda okkur. Then I stopped halfway and I said, okay, I started preaching again. Og síðan byrjaði ég aftur að biðja. This time when I'm preaching, Þetta skipti þegar ég var að predika. I'm looking at the people and talking to them, Og ég að líta á fólkið og ég að tala til þeirra. but I'm not in the church. I'm outside near the gate of
Brandenburg. Og ég er fyrir utan, ekki kirkjunni, við erum rétt við Brandenborgar hliðið. I said, why am I standing here at the gate of Brandenburg? Akkur stend ég þetta við Brandenborgar hliðið? Now you go back, Google, where is gate of Brandenburg? Go and Og þú search. getur googlað Brandenborgar hliðið í Google. There was, I can't remember, it was 10 or 7 stands, and 7 people were standing with black color coats and suits. Og það voru 7 fólk, 7 manneskjur sem voru í svörtum klæðum sem stóðu við Brandenborgar hliðið. But the man in the center, En maðurinn sem var í I miðjunni, couldn't see him. I mean, I Gat ekki couldn't see his face. ég gæti ekki séð á hann andlitið. But the man on the center, and the Lord said, he is the Antichrist. Og drottin sagði við mig, þetta er andkristurinn. His inauguration service will be in Berlin. Og það sem hann verður settur inn verður í Berlín. European leaders will accept him. Evrópski leiðtogar muna samþykja hann og He will meðtaka. come as a politician. Hann mun koma fram eins og sem He stjórnmálamaður. will make a covenant with Israel. Hann mun gera sáttmála við Ísrael The tribulation will start. og þrengingi mun byrja. The mark of the beast will come in. Og þá mun merki dýrsins koma inn. Every religions of the world, just like COVID, the rule will affect every nation. Og þetta er nákvæmlega eins og gerðist í COVID, þessi regla mun hafa áhrif á allar þjóðir. There will unity of one worship. Það verður eining að ákveðna tilbeiðslu, eina But tilbeiðslu. before all that is going to happen, Áður en allt þetta gerist, the demonic spirits will try to infect us, infection. og það sem þessir illu andar munu reyna að gera áður en þetta gerist, er að smitta okkur. Number 1, the spirit of pride. Fyrst og fremst andi stolts. Are you a prideful person by nature? Ef þú ert manneskja sem er svona að eðli til stolt manneskja, Then you have to die more. það ert að deyja því. You have to humble yourself more. Þú ert að auðmýkja þig en frekar. Some people by nature, they are not prideful, but when God starts lifting them up, the pride enters the heart. Og þó sumir sem eru ekki stoltir að eðlisfari, en þegar Guð byrjar að lyfta þeim upp, þá byrjar stoltið að smíga inn. Sometimes we become so prideful with the revelation that comes to us. Stundum verðum við svo stolt af þeirri opinberun sem kemur okkar veg. Lucifer knows exactly what to do to get people kicked out from heaven. Lucifer veit nákvæmlega hvað hann þarf að gera til þess að fólk sé kastað út frá himninu. So I want to encourage you. Ég vil hvetja ykkur. The more God reveals, the more you serve. Því meira sem Guð opinberaðir, því meira þjónaru. Hallelujah. Hallelujah. Keep your heart humble before God. Hafðu hjartað þitt auðmjúkt frammi fyrir Do Guð. anything where you are required to serve. Gerðu allt sem þú getur til þess að þjóna, það sem við beðum að þjóna. When people come to our church, Fólk sem kemur í kirkjun okkar, the first 6 months is servanthood, bro. fyrstu 6 mánuðina fjalla bara það að They'll þjóna. be washing the toilet, they'll be greeting people, they'll be doing everything outside. Og það sem þau byrja á að gera alltaf er það að gera það sem er fyrir utan. Oh, they say, but I can prophesy. En fólk segir, já, ég get spáð. Say, go and prophesy to the trees, please. Farðu þá bara spáðu fyrir utan. We are not interested in your gifts if your character is not in check. Við höfum ekki áhuga á gjöfinni þinn ef að karakterinn er ekki reyndur. Amen. Amen. God is working in our lives. Guð er að starfa í lífum okkar. Don't give room for the spirit of fear, pride to enter our church. Ekki gefa rými fyrir anda stolts að koma inn í kirkjuna. We are our brother's keepers. Við eigum að gæta hvers annars. Við If eigum there að are gæta bróður okkar. prideful talk coming out, please go and talk to one another. Ef þið sjáu stolt koma út af munni bræðra og systra, farðu og talaði við. Rule number 1. Regla nummer 1. Then you find later, if you keep on looking at the scripture, verse 23, Við heldum áfram og við förum í vers 23, judgment number 2. dómur nummer 2. There in verse 23, you will read the scripture. Og í 23. versinu þá lesum við. Concerning Damascus, Jeremiah 49:23, okay? Jeremía 49:23. Concerning Damascus, Hamath and Arphath are confounded, for they have heard bad news. They melt in fear.
They are troubled like the sea that cannot be quiet. Damascus has become feeble. She turned to flee, and panic seized her. Anguish, sorrows have taken all of her as of a woman in labor. Damaskus, Hamat og Arpat eru agndofa því að þær hafa spurt illtíðindi. Þær eru hræddar, fullar af óró, eins og hafið sem getur ekki verið kyrrt. Damaskus er orðin huglaus og hefur snúist á flótta og ótti hefur gripið hana. Angist og kvalir hafa aldekið hana eins og jóðsjúka konu. What is the second area you and I must pay attention? Hvað er annað sviði sem ég og þú þurfum að gefa gætur að? Pay attention to the spirit of fear. Við þurfum að gefa gætur að anda ótta. Don't allow fear to rule you. Ekki lifa að anda ótta að stjórna þér. Amen. Amen. Sometimes, parents don't teach our children fear. Ofta tíðan þá kennum við ekki börnunum okkar, eða foreldrar kenna ekki börnunum sínum varðandi ótta. Teach them courage. Við kendu þeim ekki ótta, kendu þeim Because hugrekki. fear will bring you away and make you small. Vegna þess að ótti gerir lítið úr þér og þú svona minkar í eigin augum. Some of us, no matter what God encourages you, you are just frightened all the time. Alveg sama hvað drottinn gerir, þú ert bara hræddur alltaf. Sumir eru þannig. Every little problem, you run away. Ef það kemur bara eitthvað lítið vandamál, það bara hleypur í burtu. There is a challenge in church, straight away they leave. Sjáðu, þetta er svona áskorun til sem að við þurfum að eiga við. One day when I was ministering in our Singapore church, Einu sinni þegar ég var að þjóna í kirkjunni okkar í Singapúr, one lady came to me, þá kom kona til mín. really crying, Hún var bara grátandi. Pastor, Hún sagði, pastor, I'm looking for the perfect church, ég er að leita henni fullkomnu kirkju. where the worship team will sing like angels. Það sem að tilbeðsluliðið syngur eins og englar. The glory of God will manifest every Sunday. Það sem að dýrð Guðs opinberast á hverjum sunnudegi. And the pastor will be like Jesus. Og pastorinn eða hirðirinn verður eins og Jesú. She's crying. Hún bara grét. She said, I went to many churches. Ég er búin að fara í marga kirkjur I finally came here. og ég kom á endanum hér. Do you know where? Veistu hvar? I said, of course I know. Ég auðvitað veit ég hvar það er. I'll give you the address, take down. Ég skal gefa þér adressinu, bara skrifa hana niður. My goodness, she really took down the notepad. She took a pen. Hún tók pennan sinn og ætlaði að fara að skrifa þetta hjá sér. I said, write down. Skrifa það niður. New Covenant Church. Nýja sáttmála kirkja. New Jerusalem. Nýja Jerúsalem. She asked me, where's the country? Hvar er þetta þessi þjóð, Nýja Jerúsalem? Write down heaven. Skrifa það niður himinin. Seriously, she's writing down. Hún er í raun að vera að skrifa þetta niður eftir mér. Then you know what's the next question? Veistu hvað næsta spurningi var? How do I go there? Hvernig fer ég þangað? I told her you have to die first. Ég sagði þú þarft að deyja fyrst. What? Hún sagði, hvað áttu við? So what's wrong with you? Can you see what I told you? Sérðu ekki hvað ég er að sýna þér? Are you listening? Ertu að hlusta á það sem ég er að segja? Sometimes people are so pure and holy, they are looking for a perfect church. Sumir finnst þau vera svo heilægir og svo hreinir að það er að leita henni fullkomnu kirkju. If there is a perfect church, er please fullkomin don't kirkja. go there. You will corrupt that church. Ef þú ferð inn í fullkomna kirkju þá er hann ekki fullkomin lengur, þannig ekki fara þangað. Because there's no perfect church. Það er ekki til neinn fullkomin kirkja. Our attitude needs to be corrected before the presence of God. Sjáðu, okkar viðhorf þarf að vera leiðrétt frammi fyrir nærveru drottins. There is no guarantee Það er ekkert öryggi. that I may not offend you. There's no guarantee. Það er ekkert öryggi því að ég gæti ekki mögulega móðgað þig. But that is why God gave us the spirit of love and forgiveness. Þess vegna gaf Guð okkur anda kærleika og fyrirgefningar. In case I offend you, forgive me and love me. And that is the true house of Jesus Christ. Sjáðu til, ef ég skekina, ég móðga þig, þá endi ég byggði ykkur að fyrirgefa mér og þannig er ég sanna hús Guðs. Hallelujah. Halleluja. If you don't have love and forgiveness, your marriage will never last. Sjáðu til, ef þú er ekki fyrirgefningu og kærleika, þá mun aldrei hjónabandið standa. One day a husband called me.
Einu sinni þá hringdi einu maður í mig. Pastor, please come to my house and counsel my wife. Komdu heim til mín og gefðu konunni minni ráðgjöf. I say, what's the problem? Og ég spurði, hvað er vandamálið? No, you come to my house, I'll tell you. Ef þú kemur heim til mín, þá skal ég segja þér hvað er að henni. So I went to the house. Síðan fór ég heim til þeirra. He said, you look at my wife. Og hann sagði, horfðu á konunni minni. All the time she's fasting and praying. Hún er alltaf að fasta á biðja. When I come back from work in the weekends, she's fasting and praying. Þegar ég kem heim helgar, þá er hún að fasta á biðja. She don't want to cook. Hún vill ekki elda. In the morning when I'm ready to go to work, Þegar ég er tilbúin til að fara í vinnuna á mótnana, I want some breakfast, but she's praying all the time in the room. hún er alltaf að biðja og ég fæ enga morgumat. And she said, no, you make yourself, I'm praying to God. Og hún sagði, nei, þú eru bara búið til þinn eigin morgumat, ég er að biðja til Guðs. So we argue in the morning, she asked me, who is greater, you or God? Og þegar við rífumst á mótnana þá segir hún, hver er meiri, ég eða þú, ég Guð eða þú? Pastor, I don't know what to do. Pastor, ég veit ekki hvað ég á að gera við þessa konu. So I spoke to this brother. Og ég talaði við hana bróðir. I called his wife, come down, sit here. Og ég bað konuna sem að koma og I stata told the husband, tell me exactly what did you pray for your future wife. Og hérna segðu mér, og hann spurði mannin, hvað varst að biðja þegar þú baðst að eignast framtíða konu? He said, I prayed that God will give me a woman who will love Jesus more than me. Ég bað Guð að gefa mig konu sem elskaði Jesú meira en mig. Then I prayed for another thing. Síðan bað ég fyrir öðrum hlut. That she will love me less, but love God all the more. Og það myndi elska mig minna en elska Guð ennþá meira. I said, God bless your prayer, you see. Guð blessi þig fyrir bænirna þínar. So why are you crying? Akkur eftir að gráta það yfir þessu. Young girls and young boys, beware of what you are asking. Ungu menn og ungu konur gera eitthvað grein fyrir hvað er að biðja I was teaching in our Bible college. Ég var að biðja í biblíuskólanum okkar. That day while I was teaching, the Lord asked me to ask the students, how many of you are struggling to get married? Og ég spurði biblíuskólanemendurinn hversu margir eru að berjast í því að giftast. 15 people put up. Það var 15 mann sem lyftu upp hendi. Nothing works, so we are struggling. Þannig að það gengur ekki neitt upp og það er bara við erum að streða við þetta. So I told them, write down all the qualities you want and show it to me. Og ég sagði, skrifiði niður allt það sem þeir eru að sækjast eftir að gæðum í maka ykkar og sýnið mér það. Some of them, I got them married, it was easy. Suma giftust, þannig að But þetta there var was bröður. this one lady, one Það young var woman, ein ung kona, perfect love, fullkominn kærleikur, full of the word, full of the word of God, fullur af orði Guðs, full of love for God. fullur af elsku til Guðs. Everything she wrote, got 10 things, all full. Allt var fullt sem hún skrifaði niður. So I asked her to come forward. Og ég baði að koma fram. I said, I like your points. Ég líka við punktana hérna. I told her only Jesus can marry you. Ég sagði, Jesús einn getur gifst þér. I can't find any man on earth. You see, sometimes when you pray, have some biður. common sense. Þegar við byggjum þá er gott að hafa svona smáeðis vit í kollinum við það líka. Don't ask for the wrong thing. Ekki byggja bara einhverja vitleysu. Assuming you marry Jesus just for a show, talk, Já, við skulum gera ráð fyrir að giftist Jesú. On 3.5 years, you'll become a widow. I just want Did you tell them that? No, I didn't get it. Oh, if you marry Jesus in 3.5 years, you'll become a widow. Já, ef þú giftir Jesú eftir 3,5 ár, þá verður þú orðin ekkja, sjáðu til. En deyr. That's the truth, Það er sannleikurinn í þessu. You see, spirit of fear can crumple you. Andi ótta, hann getur lamað þig. Spirit of fear will stop you from going forward in the things that God has for your life. Andi ótta stoppar okkur í því hvað Guð hefur fyrir líf okkar. Spirit of fear will hold you back from moving in the anointing of God. Andi ótta stoppar okkur í því að ganga fram í smurningu Many Guðs. people ask me the same question. Margir spyrja mig sömu What if I'm spurningar. wrong? Hvað ef ég hef rangt fyrir mér? Usually in our church, if you are wrong, I'm there right beside you. Yfirleitt ef hann hefur rangt fyrir sér þá stend ég þarna bara beint við hliðina. I will teach you, I will lead you, I will walk with you.
Þá mun ég leiða þér, ég mun ganga með þér og ég mun hjálpa þér. Let the spirit of fear die and the spirit of faith rise. Lefa með anda ótta að deyja en anda réttlætisins að rísa upp í þér. The Bible says, for God has not given to us a spirit of fear, but love, power, sound mind. En Biblían segir okkur að Guð verður ekki að gefa okkur anda ótta heldur, ótta máttar, kærleiks og heilbrigðs hugafars. Do you see, God has to give you 3 blessings to counter the spirit of fear. Sjáðu þetta, Guð vil gefa okkur 3 blessanir til þess að koma gegn anda ótta. Sound mind means common sense, Að hafa heilbrigðt hugafar að hafa bara kollin í lagi. not complicated thinking, Það geti að vera of flókin í hugsun, simple thinking. bara einföld hugsun. Because the devil will complicate everything in your life. Vegna þess að djöfullinn vill flækja alla hluti í þínu lífi. But God will come and set you free. En Guð kemur og setur þig frjálsa. Amen. Sjáðu til, You amen. see, sometimes people don't want the church to grow. Ofta tíðan vill fólk ekki að kirkjan vaxi. Or if we grow, we will do wrong things, so let us keep it small. Og ef við vöxum þá gerum við bara einhverja vitleysu, þá skulum við bara halda kirkjunni bara lítilli. Reject that spirit of fear. Og standið í gegn þessum anda ótta. When we grow, we can do more. Ef við vöxum þá getum við gert meira. When we become bigger, we become more effective. Þegar við verðum stærri þá höfum við meiri áhrif. One pastor, one church committee called me. Það var eins pastor og nefndin í kirkjunni hringdi í mig. Pastor, we have a problem. Pastor, við höfum vandamál. We don't know what to do. Við vitum ekki hvað að gera. Do you know what's the problem? Vitið þið hvað vandamáli var? They have $2 million in their mission account and they don't know what to do. Þeir hafðu 2 milljónir í trúboðssjóðnum og þeir vissi ekki bara hvað átt að gera við þessar 2 milljónir. I say it's very easy. Þeir sagði, þetta er mjög auðvelt. Give it to me, I will use it. Gefið mér það, ég skal nota þennan sjóð. I have so many mission works, man. Ég hef svo mikið af trúboðsverkefnum. People are dying in Myanmar. Fólk að deyja í Myanmar. I and Angeline has supported 200 children to go to school for 1 year with our personal income. Og við hefum stutt 200 börn í Myanmar bara í persónulega fjármálum okkar til þess að koma. Thousands of children are dying and you tell me you don't know what to do. Það eru 1000 börnum sem að deyja, þú veist ekki hvað átt að gera við $2 million. Now we have set up a mission trust fund in Zimbabwe for poor children. Og núna erum við búin að setja upp svona sjóð í Zimbabwe fyrir fátæk börn. I just shared with the pastor Ég and deildi the bara team með- today this Við deildi með afternoon. leiðtónum í dag. Few years ago, Angeline and I, we went to Taiwan among the tribal people up in the mountains. Jú, við vorum fórum til Tævan, svo vorum með fólkinu svona ættflokkunum sem eru þarna upp í fjöllunum. Angeline is a tambourine dance instructor. Og Angelina, hún kennir dans með tambúrín. The Lord told us to buy tambourines and bring it up and donate. We bought 300 tambourines and we brought it up. Og við komum 300 tambúrínur upp í fjalli. The Chinese pastors, Kínversku pastorarnir, they received 1 tambourine. það áttu bara að gera einustu tambúrínu. They fall on their feet and they were crying to thank us. Og þau fjallu sig bara á nesi hér og þökkuðu okkur fyrir að hafa gefið okkur þetta. You gefið know, sér þetta. we start crying Við byrjuðum að gráta. because they told us Þau sögðu okkur. they have to save for 1 year to buy 1 tambourine. Vegna þess að þau þurftu að safna í heilt ár til að geta keypt eina tambúrínu. Because out in the tribes they are poor. Vegna þess að þessir ættbólgar þarna út inn upp í fjöllunum eru fátækir. While we are going through a blessed life here, everywhere out there people are suffering. Og við erum að fara í gegn og lifum blessuðu lífi hér, þá er fólk að kljást og So ströggla annar staðar. don't let the spirit of fear make you small. Ekki geta láta anda ótta gera þig lítinn. Yeah, this team can look small, but we can do big things for Við Christ. lítur út fyrir að vera lítil en við getum gert stóra hluti fyrir Guð. Hallelujah. Halleluja. The spirit of fear. Andi ótta. Deal with it. Og við eigandi við. If there are fear in your heart, throw it away. Ef það er andi og það er ótti í hjartaninu, kastaðu hann þá niður. Some people will come and tell me all the time, Pastor, you don't know which church I went to. Og sem segja mig, þú veist ekki hvaða. How many churches I've been to. Það er svo margir sem segja mig, ég veit ekki hvað, þú veist ekki hvað er búin að fara í marga kirkjur. I said, thank you, I don't want to know. Ég þakkaði kærlega fyrir, mér langar ekki að vita hvað þú fara í marga kirkjur. Because sometimes it's the attitude of pride.
Vegna þess að það opinberast oft í þessu svona You know, viðhorf stolt. I've been prayed of by all the big men of God. Það eru allir stóru mennindir í heiminum sem eru búin að biðja fyrir mér. The question is then why you are not changing? En spurningin, stóra spurningin, af hverju ertu þá ekki búin að breytast þegar eru búin að biðja fyrir? Are you following? Heyra hvað ég er að segja? It doesn't matter where you have been. Það skiptir ekki máli hvar þú hefur verið. Don't let the spirit of fear steal your destiny. Ekki láta anda ótta stela hlutskiptið þínu í Guði. The third one. Þriðja málið. Jeremiah 49 and verse 31. Jeremía 49 vers 31. This is a judgment on Kedar and Hazor. Þetta er gegn Kadar og Hasor. Now I'm just giving you one verse, but go home and read the whole chapter. Ég er bara að gefa ykkur eitt vers út úr þessu, en farið heim og lesið allan kaplan. Verse 31, Jeremiah 49, 31. Rise up, advance against a nation at ease that dwells securely, declares the Lord, that has no gates or bars, that dwells alone. Af stað farið á móti meinlausri þjóð sem býr örugg, segir Drottinn, og hvorki hefur hurðir né slagbranda. Þeir búa einir sér. What is the spirit in this nation? Hver er andinn í þessari þjóð? The spirit of foolishness. Það er andi flónsku. They have no discerning attitude. Þeir er andi flónsku. Þeir hafa enga svona greiningu á hlutum. The enemy is coming, but there are no watchmen at the gates. Það er ofinurinn kemur, en það er engir vaktmenn á hliðunum. They live Vekja. at ease. Don't worry about anything that is going on. Þeir eru bara í algjörlega í aðrileysi og hafa engar áhyggjur af neinu sem eiga sér stað í kringum það. Now God says, I'm going to judge you for your foolishness. Og Guð segir, ég mun koma með dómi yfir ykkur vegna heimsku ykkar. I have a question for you. Ég er með spurningu til ykkar. I have an honest question. Ég er með heiðarlega spurningu til ykkar. Is it okay? Er allt í lagi að spyrja ykkur smá spurningar? Is that okay to be honest? Er allt í lagi að sé bara See, hreinskilin there með? is a lot of things that is going on in the present time Það eru margir sem eru að eiga sér stað á okkar tímum with the different churches. með mismunandi kirkjum. All kinds of gays and lesbian stuff is coming in. Það eru alls konar málvarðandir homma og lesbíur sem eru að koma inn. One of the Methodist church near our church area invited a lesbian to teach Sunday school to other children. Og það var einn af methodista kirkjunum sem bauð konu sem var lesbískri til þess að kenna í sunnundaskóla. So we know definitely Þannig að that við vitum God sannlega is going to judge them. Að Guð kemur með dómsinn. That means every church here in Iceland is going to go through some kind of judgment. Sér hver kirkja á Íslandi mun fara í gegnum einhvers konar dóm. Are you following? Er það að fylgja hvað ég er að So when segja? he comes here, Hvað gerist þegar hann kemur hér? what do you think he will judge us for? Hvað mun hann dæma okkur fyrir? We have to be honest. Við erum að vera hreinskilin með það. You see, Sjáðu til. we cannot feed our foolishness. Við getum ekki fætt flónsk okkar. We cannot carry an attitude. Við getum ekki borið eitthvað viðhorf. We cannot walk in known disobedience. Við getum ekki gengið áfram og verið meðvitum að við erum í ólíðni. We have to discern what God is doing. Við þurfum að greina rétt niður hvað Guð er að gera. If you look at verse 31, the Bible will say, they always love to dwell alone. Það segir í versi 31, þeir elskuð að vera bara að búa einir sér. They don't like to go to any church. Þeir vildi ekki fara í neina kirkju. They don't like to be accountable. Þeir vildi alls ekki vera neins staðar með lífsitt opið neins staðar. Their gifts are so holy, they cannot use it. Þeir eru svo gjafir, þeir eru svo heilagar og það getur ekki einu sinni notað þær. Are you with me? Er þið með mér? They admire themselves a lot. Þeir hafa ofsalega mikið dálæti á sjálfum sér. You may think you are so anointed, but God is saying, you are foolish. Og þú getur vel að þú haldir að þú sért svo rosalega smurður, en Guð segir að þú sért flón. You cannot be a lone ranger in the house of God in this end times. Þú getur ekki gengið bara einn og einangraður á þessum enda tím. Because the spirit of Antichrist is looking for covenant breakers. Vegna þess að andi andkristins er að leita þeim sem að rjúfa sáttmála. Therefore, we want to ask the Holy Spirit to teach us, Vegna þess vegna viljum við að andi Guðs kenna okkur. Do you remember
The 5 wise and the foolish virgins. Munið eftir meyjunum 10, 5 voru vísar og 5 voru vanvísar. I want you to know both of them slept. Við takkið eftir því að bæði hérna vísu og fávísu sváfu. Only one difference. Einu, One had extra oil and the other one don't have oil. That's the only difference. eini munurinn að því að sumar höfðu olíu en aðrar ekki. What kind of child of God you and I are today? Hvers konar Guðs börn erum við ég og þú í dag? We want to reflect on the Holy Spirit today. Við viljum að endurspegla heilagan anda. We have to counsel our sons and daughters before the challenge starts. Við þurfum að gefa ráðgjöf til barna, okkar sína og dætra áður en að áskorunnar koma. Because the enemy is going to come and present them everything. Vegna þess að óvinnurinn mun koma og hann mun sína þeim alla hluti. My pastor friend is in Canada. My pastor friend is... My friend is a pastor in Canada. Vinur minn sem pastor í Kanada. When their children go to kindergarten, Þegar börnin fara þegar börnin fara í leikskóla, they have one class þá eitt sem þeir með kennt, where they will cross-dress the children. það sem þeir klæða börnin á víxl. The boys will wear skirts and the girls will wear pants. Og það sem að strákarnir fara í pils og stelpurnar eru í buxum. And they will ask these little children, do you like it? Og þeir eru spurð sem lítið börn, líkar ykkur þetta svona? What do you think children will answer? Hvað heldur að börnum muni segja? Some of them will say yes. Sumir segja, já, mér líkar þetta. And what the teacher will tell them? Og hvað mun kennarinn kenna þeim? Maybe you are born to be actually a woman. Kannski getur verið að þú sért raun og veru fædd til þess að vera kona. And they plant their seed into the children. Og þeir sá þessu sáðkotni inn í börnin. My brothers and sisters, today, some of us don't want to make a stand for anything. Bræður og systur, sum okkur einn í dag, þeir viljum ekki standa upp fyrir nokkurn skapaðar handi hlut. Because it's not your child, you see. Vegna þess að þetta ekki barnið þitt sem að fara We í forget gegnum. about a nation. Og við gleymum þjóðinni. And the church has a responsibility to take a stand in the spirit. Og kirkjan ábyrg fyrir því að standa upp í andan. We cannot allow our foolishness to take over. Við getum ekki leitið fílskuna að taka okkur yfir. One of the young men that I mentored Einn af þeim Guðs mönnum sem ég var þjálfað upp, in Malaysia, ungum mönnum sem ég þjálfað upp í he was Malasíu. going through a crisis. Hann var farið í gegnum krísu í lífi Asked me sinu. to pray for him. Hann bað mig að biðja fyrir I sér laid hands and prayed. og ég lagði hendur yfir hann og bað. And I saw a vision of a white envelope. Og ég sá sýn af hvítu umslagi. And the Lord said, you are going to get a job from far. Og drottin sagði, þú munt fá vinnu langt í burtu. You cannot say no. Þú getur ekki sagt nei þegar þú farð vinnuna. You see, in Asia, among the Indian families, children don't like to go far away from the parents. Og það ofta erfitt fyrir fólk í Asíulöndunum að flytja langt frá foreldur sínu. So the Lord's counsel to him, you mustn't say no. Og ráðgjöf Guðsinn í líf hans var þetta, þú mátt ekki segja 2 nei. months later, he called me again. 2 mánuðum seinna þá hringdi hann í mig og sagði, Pastor, I received this letter. ég fékk þetta bref, What must I do? hvað var ég að gera? I said, bro, don't say no. That's all you have to do, you know. Eina sem þú mátt ekki segja nei, það eina sem þú þarft að gera. He said, I got a job in WHO, Ég fékk vinnu í WHO, World Health Organization. ég fékk vinnu í alþjóðlegu heilbrigðisstofnunni. Today, he is a diplomat in Geneva. Nú í dag þá er hann diplomat í Genf. Every month, when they come together in the conference room, Alltaf þegar þau koma saman í ráðstefnuherberginu, there is one table and one chair with a small signage. og það er einn stóll þarna sem er með merkimiða. This is reserved for the one world ruler who is to come. Og það er einn staður, það er einn sem stendur miði á, þetta er fyrir eina heims yfir á einstakling sem ríkja yfir öllum heiminum. You and I are playing games, but the world is preparing.
En við erum að leika okkur hérna oft kirkjan, en heimurinn ekki að því. Hann We undirbúið still sig. struggle to come to church, but the world is preparing to invade the church. Við erum í vandræði með það að reyna bara að koma okkur inn í kirkjuna, mæta á samkomur, en heimurinn að gera innrás í We kirkjuna. still struggle at home whether the Bible is the word of God, while the enemy is making all the plans. Sjá, við erum að berjast bara með það að vera í ritningunni heima hjá okkur á meðan óvinnurinn að setja sínar áætlanir í virkni. He has invited me 3 times to come there to pray in that room, but every time I make the plans, all kinds of troubles will come. Og hann hefur boðið mér ofta að koma og biðja þessu herbyggi, en alltaf þegar ég ætla að koma, þá koma alls konar vandræði upp á. Even this trip, we could not go there. Og ég meiri segi þessari ferð, þá gátum við ekki farið inn í þetta herbyggi. I'm going to give you one last point and we're going to pray. Og ég ætla að gefa ykkur einn loka punkt hérna í kvöld og síðan ætlum við að biðja saman. The last judgment is on the judgment on Elam. Og það seinasti dómurinn gegn Ílam. Look at verse 35. Við skulum líta á vers 35. Thus saith the Lord of hosts, behold, I will break the bow of Elam and the mainstay of their might. Svo segir drottin allsherjar, sjá ég brýti sundur boga Elamíta og megin styrk þeirra. Difficult words to understand. Erfið orð að skilja. What was their problem? Hvað var vandamálið? They were very famous, Þeir voru mjög frægir, very prideful. mjög stoltir. No one can touch them. Og enginn getur snert þá. Now God says, I'm going to judge you. En drottin segir, ég ætla að dæma þig. I'm going to humble you. Ég ætla að auðmýkja þig. Your worldly fame, I will remove it out from you. Og ég mun taka þessa heimslegu fræð og ég mun taka þessa heimslegu fræð frá þér. My brothers and sisters, some people think, I don't need church, I'm not small. Ég sumir segja, ég þarf ekki á kirkjunu að halda, ég ekki I lítill. have everything, I don't need Jesus. Ég með allt til staðar, ég þarf ekki á Jesú að halda. God will remove the pride. Drottin mun fjarlæga stoltið. And I'm encouraging each one of us humbly. Ég bara auðmjúklega hvet ykkur. There is a pain in my heart Það sársauki í hjarta mér. because we are given a mission. Vegna þess að okkur gefið hlutskipti. It doesn't matter you are Verkefni. young and old. Það er alveg saman hvort við erum unga eða gömul. It doesn't matter the attitude we have. Það hefur ekkert að gera með viðhorfi sem við höfum. We all will stand before the judge. Við munum öll standa frammi fyrir The dómarann. day will come. Sá dagur mun koma. The day will come. Dagurinn mun koma. Just today, this morning. Þessi bara í morgun, Yesterday, í gær. a very dear church member of ours, very close to me in Singapore, she had cancer. Og mjög dýrmætt meðlimur í kirkjun okkar í Singapore. For the last 3 months, Senustu 3 mánuðina. asking me to pray. Og biðjandi mig að biðja senustu 3 But mánuðina. when I prayed, the Lord said, her time is set. Og þegar ég bað þá sagði drottin við mig, hennar tími settur. Then yesterday, my church pastor's wife texted me, can you please pray that she wants to live 15 more years. Og hún sendi mér, kona sem sendi mér skilabóð, hún vill lifa í 15 ári viðbót. I quietly closed my eyes and prayed. Ég lokaði augum mínum og hljóðlega og And the beð. Lord said again, Og drottin sagði á ný, her time is set, that will not be extended. hennar tími settur, hún mun ekki vera aukið við tíma. And this morning when I woke up and looked at the text, she died in her sleep. Og núna þegar ég leita á textan í morgun þá dó hún í svefni. My brothers and sisters, our time is set. Okkar tími settur, vinir. We don't know when it will happen. Við vitum ekki hvenær við munum fara úr þessu lífi. But the Bible says, today, if you hear his voice, do not harden En your rétt ekki hearts. segir, í dag ef þið heyri rödd hans, herðið þið þá ekki hjörtuð. There are 4 things I've shared with you. Það eru 4 hlutir sem ég hef deilt með ykkur. God has a great future for Iceland. Guð með stórkostlega framtíð fyrir Ísland. It is through you and our praying, the Spirit of God will once again come. Og það vegna okkar fyrirbænar sem andi drottins mun koma enn á ný. Can I encourage you to stand up with me and pray? Ég byrja að biðja ykkur að hvetja ykkur til að standa með mér og við skulum biðja saman. Take a few moments to reassess your own heart. Við skulum taka smá tíma núna og við skulum bara meta stöðu hjart okkar. We are not here to embarrass anybody. Við erum ekki hérna til þess að ekki láta einhvern verða skamma sig. We have done that, we have been there, we have gone through the same thing.
Við höfum farið í gegnum þetta allt sem sama sem við erum að biðja ykkur að fara í gegnum nú. Everybody needs a savior. Það þurfa allir á frelsara að halda. If your heart is not right with God, Ef að hjartað þetta ekki rétt gagnvart Guði, tonight is your night. þá kvöldið í kvöldið þitt. If your heart is offended Ef að hjartað þetta móðgað, or foolish eða það fullt af fílsku, or fearful, eða hjartað þetta fullt af or you are struggling with fame, og eða þú ert að berjast við það að vera frægur eða fræg, tonight is the night. þá kvöldið í kvöld fyrir þig. Would you surrender? Myndirðu gefa þig í kvöld? We have sons and daughters. Við erum sín og dætur. Their future is at stake. Þeirra framtíð í undir. As fathers and mothers, as you make a decision, Jesus will take over. Þegar sem feður og mæður, ef að þið takkið ákvörðun, þá mun Guð taka yfir. I just want you to take a moment now. Skulum taka bara augnablik núna. I'm asking Angeline to sing a song and just minister to us. Og ég ætla að biðja Angelínu að bara syngja söng og þjóna til okkar. We are not here to condemn anyone, Við erum ekki hérna til þess að dæma neitt. but just for a few minutes, Bara núna í augnablik. allow the Holy Spirit to speak to you. Lefðu heilugum anda að tala til þig. What is the condition of my heart? Hvert er ástand hjartans? Fill this place, God. Fyndu nærveru drottins. Father, fill this place, God. Faðir, fylltu þennan stað. Oh, we worship you. Við tilbýðum þig, drottin. Adonai. 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 From the rising of the sun to the setting of the same. The setting of the same. Sama Your er sama. name is to be hallowed. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Your name is to be hallowed. Adonai, Adonai. Come on, lift up your voice. Come on. Lyftu upp röddum ykkar. Come on. Lyftu upp röddum ykkar. I pray the Holy Spirit is speaking to you. Ég bið þess að heila á randi tali til ykkur. To the setting of the same. Your name is to be hallowed. Your name is to be hallowed. Adonai. From the Oh, rising Shabbahandara of Sitiri. the sun Father, fill this place, to God. the Fylltu þennan stað, Faðir. setting of the same. Your name is to be hallowed. Adonai. Right now, as we are in God's presence, Núna þegar við erum í nærveru drottins, let the Holy Spirit speak to you. lefðu heilugum anda tala til þig. Let the love of God touch you. Lefðu kærleika Guðs að snerta There við is þig. hope for you and your family. Það er von fyrir þig og þína fjölskyldu. The Lord Jesus is calling you. Drottin Jesús er að kalla þig. Let the love of God draw you towards Him today. Lefðu kærleika Guðs að draga þig til þín. No matter what you are experiencing, Alveg sama hvað þú ert að upplifa. the love of God is enough
to cleanse us from our unrighteousness. Það er kærleikur Guðs nóg til þess að hreinsa okkur af óréttlæti okkar. Tonight, Í kvöld, if you need to give your heart to Jesus, ef þú þarft að gefa drottni hjartað þitt, be bold enough to make the stand. verður þá nógu djarfur eða djörf til þess að taka If you need stöðu. to rededicate your heart to Jesus, Ef þú þarft að gefa Guði hjartað þitt enn á ný, be bold enough to rededicate. verður þá nógu djörf eða djarfur til þess If you have been- standa og gera það. If you have been running away from Jesus, Ef þú verður að hlaupa burti frá Jésu, tonight be bold enough to come back. verður þá nógu djörf í kvöld til þess að koma tilbaka. Just tell the Lord, Segðu bara drottni, nothing can stop me now. ekkert getur stoppað mig núna. I want to come back to the Father's house. Ég ætla að langa að koma tilbaka til í hús föðurins. Let your hope of heaven fill you tonight. Leðu hóp von himinsins að fylla In þig the kvöld. mighty name of Í Jesus. máttugu nafni Jésu. In the mighty name of Í máttugu Jesus. nafni Jésu. In the mighty name of Í máttugu Jesus. nafni Jésu. Fill this place, God. Fylltu þennan stað, Guð. Take over this place, Lord. Taktu yfir á þessum stað. Let the Holy Spirit rule this time. Leðu heilugum anda að ríkja á þessum stað. We break the power of the enemy. Við brjótum á baka aftur vald We ofan. push the power of the enemy. Við ítum burtu valdi ofan. No demonic power has place in this church. Það er engin djöfulegt vald sem á stað í In the þessari name of kirkju. Í Jesus, nafni Jésu. take over. Taktu yfir. Touch our sons and daughters. Snertu sínu okkar á dætur. Reveal to them that you are the living God. Sýndu þeim að þú ert hinn lifandi Guð. Thank you, Father. Þakka þér, Faðir. We want to invite you to come for Við prayer. Við langar til að biðja þig að koma hérna fram til að við biðjum fyrir þér. We are not here to embarrass anybody. Við erum ekki að gera lítið úr neinum. But if you need prayer, now is the time to come. Ef þú vilt koma og fá fyrirbæn þá er það tíminn núna Where að the koma fram. presence of God is filling this place. Meðan að nærvera drottins er að fylla þennan stað. Let the anointing of God touch you today. Leður nærveru Guðs að snerta þig í kvöld. Thank you, brothers. Thank you, sisters. Takk ykkur fyrir bræður og systur. If you have an ushering team, come and assist me. Ef þeir eru samkomið þjónar sem geta komið hérna á staðið og þjónað með okkur. Let the power and the presence of God fill this place. Leðu krafti Guðs fylla þennan stað. We are coming to our Father. Við erum að koma til þín, Faðir. We are coming for Jesus, man. Við erum að koma til Jésu. Við erum að koma út af Jésu. Doesn't matter what people think about us anymore. Það skiptir engum máli hvað fólki finnst okkur I'm lengur. coming for Jesus. Við erum að koma til Jésu. Let Jesus touch your heart. Lefum Jésu að snerta við hjörtum okkar. Let the love of God touch your heart. Lefum kærleika Jésu að snerta In hjörtum the okkar. mighty name of Í Jesus. máttugu nafni Jésu. We give you glory. Við gefum þér dýrðina. Shahara Bahasu. Just take a few moments, man. Skulum taka bara nokkur augnablik núna. It is such an honor for you to come in the front. Það er svo mikil heiður að fá að koma fram fyrir Guð. What an honor to pray for you. Það er heiður fyrir mig að fá að biðja fyrir ykkur. I consider this as a holy privilege. Ég sé þetta fyrir mig, ég álíti þetta að vera heilag forréttindi. A fellow brother to pray for you, man. Að ég fá að biðja fyrir ykkur sem eru systkini mín. Father, we worship you. Faðir, við tilbiðum þig.